Já, það komið að því. Fyrsta fréttabréf Pingjunar, það að lenda núna í lok vikunar. Já, en til að fá þetta fréttabréf, þá þarf það að skrá þig í Pingjubandalagið. Og það ekki flóknara svo að þú fer inn á pingja.is, gefur þar nafn og netfang og svarar þarna 2 lögléttum spurningum. Ég vil benda fólki á það sem hefur nú þegar skráð sig eða að fara að skrá sig, að ykkur best formlegt boðskort við skráningu og það gæti farið svo að það fari beint í spam eða promotions. Þannig að mælum endilega með því að fólk kíki þangað. En svo viljum við líka benda á að þeir sem eru með mailið sitt á dark mode í síma fá bréfið einhverjum skrýtnum litum. Það hefur verið að leiðrétta það. Vonandi að það náist fyrir útgáfu. Hættið með þetta dark mode. Já, ég vil ekki sjá þetta. Herru, góða hlustun. Já, velkomin í Pingjubandalagið. Já, skrá sig. Bye. Það held ég, kæru hlustendur. Djúvill þetta gott lag, maður. Elska þetta. Gloria. Þú vildi skiptis út. Nei, þú vildi það. Helvítið á þér. Þú ætlar að fara gegn mér og öllum hlustendum. Að hendis út. Þetta er orðið official Pingjulagið. Helvítið litli kall. Það er orðið og seint að skipta þess út, sko. Gloria. Þá missum við bara hlustun. En já, verið velkomin í þennan ársreiningaþátt hjá okkur í dag. Já. Það er margt gerst síðan í síðasta þætti. Við skriðum yfir 1000 meðlimi í Facebook-hópnum okkar, Dýbind og Pingjan. Það er svakar. Það er, mér hefði aldrei órað fyrir því, Ekki? Nei, ég er ekki fræðilegur, Nei, eiginlega ekki mér heldur. Nei. Ég hafði enga trú á. En við erum greinilega svona skemmtilegir. Já, ég líka. Fólk hefur gaman að okkur. Þetta eru þeir allra hörðustu sem að fara inn á Dýbind og Pingjan. Við verðum eiginlega að taka föstudagsþátt og skúpa nokkrum tölum. Já. Það eru margir sem eru búin að hlusta frá byrjun. Já. Að velta fyrir sig hvort okkur hafi tekist markmið. Að ná 1% af þjóðinni til að hlusta. Ná 1% af þjóðinni til að hlusta. Það er svona... Það er debatable út af því að við höfum Vikulega, já. Tölurna frá Appli eru rangar. Appli podcast eru ekki að gefa upp tölur hjá fólki sem að samþykir ekki þetta... Förum við það síðar. Datadæmi. Já. Og það... En fólk á skilja að vita þetta sem er búið að vera með okkur frá byrjun. Já, klálega. Og vikulega erum við að fá bara... Ekki segja. Nei, ok. Spennandi. Allavega, heldur smá spennu. Já, smá spennu. En allavega, við bara kæra þakkir fyrir þetta og ég held að það sé samt alveg... Fylgja okkur aðhaldið. Já, ég hef séð líka að fólk er að bjóða öðrum inn á þetta, sem er mjög gott. Þannig að endilega bjóðið þið, ef þið vitið af einhverjum sem er að hlusta, endilega bjóðið þeim inn á Dýbind og Pingjan. Já, akkurat. Þannig að svo boðskapurinn dreifir sem víðast. Já, það var eitt þarna, var á leiðin á date. Bauð bara deitinu, Dýbind og Pingjan. Já, þannig, bara first date. Þar var deitið. Já, svo bara töluðum Pingjuna, allt deitið. Þannig að við... Ég ætla að heyra því. Já. En herðu, þátturinn í dag. Þetta er svakalegu þáttur. Já. Já.is. Það hefur lifað með okkur, ansi lengi. Það hefur, bara svona nokkurn veginn frá því að ég man eftir mér, þetta er 2005, ég er 12 ára gamall og þetta var hann náttúrulega gamla góða símaskráin. Já. Hófst með því öllu saman. Havaríið hófst. Og hvað getur við rifjað upp með þetta? Þau voru náttúrulega með 3 stafanúmer á þessum tíma, 118 eða ekki? Jó. Sem að var síðan 18. Já. Ég fór einmitt að spá í hvers bandir að væri að stofna svo 18-19. Já, það er alvöru. Það er ekkert verið að fela það neitt. Það er sambarilegt og þegar örugglega upp á hruninu þegar einhver stofnaði pizzastað og gerði þarna ekki 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5 heldur 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Hver var það? Það var einhverjir, við minni það, hafi hjólað í Dominos með þessu, Já. Það er reyndar alveg, mér finnst það bara ekkert fyndið. Nei. Það er illa gert. Já, mér finnst það bara ekkert fyndið, vinn okkar hjá Dominos. Já. Kannski réttast að minnast á það er 3 dagur auðvitað í dag. Já. Og Dominos er, einn okkar diggasti, búinn að vera lengst með okkur í samstarfi. Já, ég er í smá frákvörfum, ég tók nefnilega 2 megaviku pantanir í síðustu viku. Hanskot. Og ég finna að ég þarf að fá eina núna, bara núllstilla mig. Já. Og svo tek ég aðra kannski seinni í vikunni. Þá er ég bara á 2, það er meðaltali á mér. Það er bara svona level. Já. En endilega 3. tilboð, það eru þessar kjöraðstæður, pantið ykkur núna. Akkurat. Nú, já, hvað segirðu?
Nei, bara Þú varst að fara að segja eitthvað. En það er spurning, þú ert með einhvers konar samantekt á þessu, svona sögunni, þú ert með einhver ágrip. Já, sem ég held að sé mjög Svolítið já, ég held að sé mjög áhugavert að hlusta á þessi ágrip. Þannig að bara að leyfa þér að eiga orðið hérna. Sko, þessi sería hjá okkur, sería 6. Þú eru ekki konur í seríu 17? Nei, við erum í 6. Nú, við erum í 6, já. Henni er senn að ljúka. Já. Og ég er svo sem ekki komið betri hugmyndir að nafni heldur en það var sent á mig hérna Monopoly is not only a board game for the masterminds. Það er sem sagt nafni á seríunni sem við erum að ljúka. Já. Og þegar við erum búin að fjalla mikið um það sem við köllum einokuna fyrirtæki, Monopolies. Og það var sem sagt, þessi hlustandi var að benda á að Monopoly er ekki bara borðspil fyrir snillíka. Nei. Heldur líka fyrirtæki sem við fjöllum í þessari seríu. Hann er mjög svolítið djúpt, mjög við ættum að leyfa þess að flæða, en við skulum ekki negla þetta nafn. Nei, þetta er klálega alveg eitthvað til umhugsunar. Monopoly is not only a board game for the masterminds. Má segja að jápunkturinn sé einhvers konar, sko, náttúrulega ekki í einokuna stöðu. Nei, við erum svolítið búinir að leika okkur að þessu. Þau eru vissulega svona í ráðandi stöðu. Fram til ásins 2014, þá held ég að þau hafi verið með svona eiginlega einokuna stöðu. Nei, heyrðu, henda okkur smá aðhaldi núna. Það þarf bara einhver að... Við þurfum að pæja þar að byrja að passa mig. Nei, engi spretta hérna. Það má í rauninni segja að þau fá fyrst samkeppni þarna 2014 það sem þau bak við grunnbusinessin eins og hann var þá sem er þá símaskráin og þessar flettingar á símanúmerum. Á ekki bara að byrja? Jú. Ok. Þetta er semst stofnað 2005 sem dótturfélag Símans. Einmitt. Og ef við varum í gólfinu þá mættu þau segja að þau hafi svona fengið forgjöf upp á kannski 54. Já, þú ert með aðeins betra eflaust, ok. Þetta var ekki eitthvað nýsköpunarfyrirtæki á þeim tíma þótt þau hafi farið í allan fjandann í nýsköpun að þú kemur kannski inn að velta þessa fyrsta árs var alveg meira heldur en að stofna dótturfélag og fara á staði eitthvað hark. Þetta bara hófst sem risi í raun. Já, og sem sagt þá byrjar það árið og tekur við sem forstjóri, heitir hún Sigríður. Heyrðu, sorry maður, hvað var aftur fullt nafn? Verður við ekki að segja Sigríður Margrét Oddsdóttir? Já, ég með þetta. Hún tekur við sem forstjórið þarna frá 2005 og er til ársins 2019. Svo hérna bara þannig ég ljúki minni yfirferðum tekjur. Það sem að ég ætla meira bara að tala fræðilega hluta anga og business modelið og eitthvað fleira. Þá treysti ég að þú kom með djús þetta á eftir. En í það verður gaman að telja hversu oft við segjum já í þessum þætti. Svolítið já. Við erum jámenn í dag. Sko, ástæðan fyrir mér datt í hug já út því að ég er búinn að segja já að meðaltali 40 sinnum í hverjum. Alltaf að þú ert talað á sig. Já. Ég segir rosa mikið já. En ég er bara svo peppar þegar þú tala. Ég er svo mikið að hlusta. Þú ert á 90-30 götu. Já, akkurat. Ég kem á 90 inn í 30 götu í hverjum einasta þætti. Heyrðu, ok, sorry. Til að koma með smá djús sem að þú mátt síðan annarkort segja sér súru eða sætur að þá segir Sigríður hérna 2018 að þau hafa verið með 10% tekjuvöxt á ári fyrstu 13 árin frá 2005 til 2018-19. Það er hrottalegt sko. Það er ef rétt reynist. Er hún að tala meðaltal eða? Ég veit ekki, hún sagði bara jú, meðaltekjuvöxt upp á 10% á ári. Sama ár 2018 kemur fram já, ég myndi nú ekki er með eða var 84% svona vörumerkja vitund meðal Íslendinga þegar kemur þessu sviði og ég held að eiginlega allir þekki já. Já, ég held að þetta er ansi sterkt vörumerki. Ég held að já sé bara með þeim stærstu vörumerkjum á Íslandi. Það er náttúrulega 500.000 notendur sem að heimsækja síðuna, segja þau. Já, mánaðarlega, akkurat. Árið 2019 tekur við nýr forstjóri sem heitir Vilborg Helga. Og hún hafi verið hjá samstæðin í 13 ár fram að þessu. Þannig að má svona segja að þetta er svona einn af innstu koppum í búri. Árið 2017, núna alltaf er svona aðeins að rúlla yfir bara businessin. Þá voruð kaflaskil. En þá hættu þau að gefa út símaskrána. En hún hafi komið samfellt það var 2017. Já, 16-17 er tekin ákvörðun. En hún hafi verið gefin samfellt út í 111 ár. Og af mörgum talin ein mest lesna bók Íslandssögunar. Og það er talin skáka biblíunni. Símaskráin. Já, á biblíunni þá á Íslandi. Já, og ég sagði þér hérna fyrir í vikunni
í síðustu viku eða hvenær það var Já. að ég var alveg heillaður, ég fór nefnilega að kynna með símaskrá-businessin. Við söknum alveg símaskránar, svona hluta til. Já, svona ákveðin stemning fólkin í að kíkja hana. Og geta bara gluggað í og fórst aldrei í svona símaskráleik? Nei, áttu við bara að hringja, já, ég reyndar að gerði mig einhvern símat, jú, ég hef gert símat bara svona fletta einhver staðar, enda á eitthvað nafn. Nei, leikurinn sko, bara flettur upp, finnur lögheimili. Það svona hrekkjuleikur. Já, bara finnur lögheimili og svo að giska hver á heima þar. Já. Bara random. Já, það hljómar alveg fáránlegu leikur, sko. Já, hann virkar betur út á landi. Líkundar að það var ekki með þér. Hann virkar betur út á landi. Þeir svona, hver á heima á Garðarsveið 20. Þegar það og segir svona, það er Óla frændi. Símaskráin þar, hún hefur nú ekki verið þykk. Nei, þetta er einblöðungur. Nei, hann er aðeins meina það. En sko, ég var búinn að kynna mér hennar símaskrár-business að skeggja grein hvað símaskrár væru góður business. Prenta bara einu svona ári, selur auglýsingar eftir póstnúmeri, getur fengið þokkalega hátt verð á nokkur location í símaskráni. Economies of scale í prenti, þetta er bara svona 1 átakspunktur á ári að komast út. Svo ertu bara að telja peninga restina af árinu. Var þetta samt ekki þannig að símaskráin var frí? Jú, en þú selur náttúrulega auglýsingar í hana til fyrirtækina. Ég veit það, einmitt. Já, og þessi grein gekk út á hvað þetta er gott business model að gera símaskrár. Dreifur bara einu svona ári, algjört beauty. En svo áttaði ég með þetta, það var náttúrulega fáránlega biased grein því hún skrifaði fyrirtæki sem vinnur við að búa til símaskrár fyrir önnur fyrirtæki. Þannig að ég er svona eiginlega bara fara ekkert dýpra í þetta business model á bakvið símaskrána, annað en þetta. Og það hlýtur einhver að sjá sér hagi að vera að gefa svona út. Ég held þetta sé ennþá gert út á landi. Já. Sko, business model já, ef við kíkjum aðeins á það. Upphálega bara símaskrá og leita vel á netinu fyrir heimilsföng, einstaklinga og fyrirtækja. Þau kaupa meira að segja á þessum tíma, fyrsta árið, annað svona sem var nýsköpunarfyrirtæki með leitarvélar tækni. Því að það sem að Já má eiga var að þau komu vissulega símaskráni og öllum þeim upplýsingum sem þau höfðu yfir á netið. Þannig að við byrjum að leita á netinu. Svo hérna til að stikla á stóru, þau tókust á við Google frænda og árið 2013 myndlögðu þau eða kortlögðu allt Ísland. Bara eins og Google Maps hafði verið að gera út víðan heim. Og Já gerði þetta síðan aftur 2015 og 17. En mér skilst að Google hafi ekki gert þetta síðan 2013. Þannig að við getum þakka Já fyrir það. Það er helviti þægileg leitin hjá þeim ef þú ert að fletta upp einhverjum húsum eða svona eitthvað. Hvert er ég að fara? Bara upp á svona, þú veist, nýjungar. Já, líka bara, þetta er flott að hafa svona kortagrunn. Það hafa komið alls konar leikir út frá svona, til dæmis. Jón og svona streamer. Hvar ertu? Hvar ertu stattur? Ég var að horfa á streamer, ég og 15.000 aðrir. Minnir að vera á Reddit í COVID. Hann er að geta hvar hann væri. Já, hann segði að honum var droppað einhvers staðar í heiminum. Og hann var að reyna að komast, þú veist, finna út hvað hann var sem flesta staði á innan við mínútu. Þetta er eitthvað sem Já mætti gera. Já, klálega, þetta er nýsköpunarhugmynd þar. Já, annað business modelið markaðsrannsóknir. Þær virðast liggja eins og flís við rass. Því að Já er með mjög öflugan grunn demografíur, hver á heima hvar, einstaklinga, símanúmer og svo framvegis. Og auðvitað Gallup og aðra svona markaðsrannsókna, ef að þeir ætla að vera að hringja út, þá vantar þeim svona lista, þannig að það kemur þá bara beint úr rammi Já. Og þú kannski kemur eitthvað inn á, þau keiftu náttúrulega Gallup. Jú, þau gera það. Skulum fara yfir það eftir. Þannig að það lá eins og flís við rass. Síðan á tímapunkti kaupaði Leggja, sem var frábært app. Hjálpaði þeir að leggja. Og var með fleiri tugþúsunda notenda. Og það tvöfaldaðist held ég á þessum 2 árum sem að Já var með þetta. Já, nokkuð magnað. Notendur. Og ég held að það hafi síðan helmingast eftir að Já seldi. Því að ég ætlaði eiginlega án þess að... Já, fer til Easy Park. Já, og ég ætlaði eiginlega að segja að það er efni í annað þátt hvað sú sala gekk ömurlega gegn. Já, að það? Var þetta bullandi vesen eða? Sko, við getum alveg flett upp veltutölum. En ég heyrði það bara að integrationi gekk mjög illa því að Easy Park var með annað módel til að byrja með. Að þú varst með einhverja helvíti skífu, það er ekki orðbræðið. Á meðan að leggja þá bara stimplaður inn og út. Og ég heyrði að Parka hafi í rauninni bara, sem var app sem var komið að stað í samkeppni aðeins fyrir. Þeir bara sprungu út við þessa sölu því að það var svo margir sem bara fíluðu leggja, fóru bara yfir í Parka frekar en að integrata yfir í Easy Park. Ef einhver frá Easy Park er að hlusta þá máttu endilega henda á mig. En
Ég allavega einn af þeim notendur sem fór yfir og veit að mörgum fleiri. Heyrðu, 2018, þau ætla að vera e-commerce, þá bætaðu við vöruleit, sem einhver svona skreipir á alla vefverslanir á landinu. Já. Og þá getur þú semast leitað að með andar hérna kaffivél. Og þá birtir semast allar kaffivélar sem þeir eru að skreipa. Og þá getur þú farið að bera saman eftir verði eða staðsetningu eða búð. Ég kem nánar aðeins inn á það eftir, þau rændu þessari hugmynd af mér. Já, ok. Og ef ég á að giska þá held ég að enn þann dag í dag sé leyndasta og elsta peningaprentvélinni hjá þeim gamla fólkið okkar sem hringir og er að fletta upp númerum. Já. Þetta náttúrulega, það var tekið fyrir þetta á heimilum sem krakkar, því að þetta rándýrt. Þá varstu að borga einhvern 120 kall bara fyrir að hringja. Og ég fann frétt því til stuðnings frá árinu 2018, það sem kom fram að margir eldri borgarar sátu uppi með kostnaði upp á 20.000 á mánuði út af því að símaskráð var tekin út og þau voru kannski ekki með öll símanúmer skráð hjá sér, kunni ekki að fletta sér upp á netinu, héldu áfram að hringi þjónustu símana og þá var upphafsgjaldið 117 krónur bara fyrir að hringja. Það er eitthvað hærra núna. Svo er eitthvað mínútugjald og svo er sko, ef þú ert komin í 5 mínútur þá ertu að borga eitthvað 800 kall, held ég að við séð. Ég held að mínútugjaldið hafi verið 500 krónur. Núna í dag. Já, gæti verið. Þetta er, ég held að þetta sé lúmskur EBITDA, þetta er svona 3 stafir í EBIT-unni hjá þeim, held ég. Já, við skulum bara... EBIT, kannski. Heyrðu, overall, hvað er business modeli samt? Það er bara að notandi borgarurinn ekkert fyrir leitavélina. Við höfum aldrei borgað fyrir já. Það er út af því að við komum inn til þess að fá upplýsingar frá já, bara eins og Google. Á móti, þá er já að selja okkur og fyrirtækjum auglýsingar, bæði eftir leitaniðurstöðum og svo bara það fyrir að birtast í skráni. Og þú er með verðskrána og fólk getur svo bara kíkt á hana. En fyrirtæki, þeim stendur til boða mismunandi pakkar, varðandi birtingar. Ok, ætlaðu að grípa eitthvað? Já, ég ætlaði að grípa aðeins inn í hérna. Það er sko... Mínútu langt símtal 1818 kostar 654,59 krónur. Upphafsverð hérna 376 og svo mínútuverð 343. Þannig að hérna... Ég var samt að hugsa sko 117. Ég setti bara sínu 60, segjum bara ok, segjum að einhvers í símanum í 60 mínútur á klukkstund. Bara fullnýti klukkstundina. Það er bara 7.000 og eitthvað krónur. Hérna ertu komin í 36.000 á tíma. Þannig ertu að ná ágætlega út úr þessu ef þú nærið. Þú veist, þannig þú sér það, þú ert aldrei í símanum allan sólarhring. Ég veit ekki, allavega. Heyrðu, þau eru með svona network power, þannig að út af því að þú ert að nota leitavélina og þau eru með bestar upplýsingar fyrirtæki og einstaklinga, að þá eru fleira að nota hana og þau geta selt auglýsingar. Persónlega finnst mér samt eins og það sé aðeins að aukast að fyrirtæki og einstaklingar er ekkert inn á já. Hefur þið tekið eftir því sama? Já, ég er með nokkra punkta það í samantektinni sko. Já, mér finnst ekkert ólíklegt að GDPR, persónuvernd og allt þetta hérna. Það eru svo einfalt að segja bara nei við því að einhver fái þessar upplýsingar því. Sé einfallega bara að fara að gera það verkum að það er erfiðara og erfiðara fyrir fólk. Eða þú veist, það eru svo auðvelt að segja bara nei, ég vil ekki vera þarna. Þannig gæti á endanum kvarnast úr þeirra aski ef þetta eykst. En þú veist, ekki til að ágjöra, fyrirtæki mun alltaf borga fyrir að vera með presens, hugsa ég. Heyrðu, áhugavert að sjá, árið 2014, þá fóðu 50 milljón króna sekt frá Samkeppniseftirlitinu og sett á þau hömlur þar sem þau voru komin í markaðsráðandi stöðu. Og það er á þessum tímapunkti sem að 18-19, sem er í samkeppni, kemst inn á markaðin, eða kemur inn á markaðin. Þeir segja í frétt á þeim tímapunkti að þeir var að bjóða upp á 62% ódýrara verð fyrir sömu þjónustu. Þannig að 18-19 kemur inn og er að bjóða upp á símflettingarnar og leitina á, semst bara inn á 18-19. Að lokum, þá ætla ég að koma með kenninguna. Mjög óábyrg kenning. Ég hef búin að vera að bíða eftir þessari kenningu sko. Þetta er bara frá einum óábyrgasta aðeila sem ég þekki. Hann sagði mér að já, hlustaði nú, á rætur sínar rekja til þjóðkirkjunar og hafi raun verið stofnað og sé í duldri eigu biskups Íslands. Ja, biskupsembættið, það kom inn í þetta? Býttu við nú við. Já, ríma nefnilega við á. Sögulega skýringar kristinna trúar eru þær að ár flæði gegnum borg og bæi eins og hugmyndir á bak við símaskrona. Og já var. Þar að segja, símaskrá landsmanna yrði á öllum heimilum landsins og þar að leiðandi áframhaldandi tiltrú kristinna trúar. Til að vera ekki alveg út á túni, þá komst ég að því að merkinga ári kristin trú er líf, frelsi og vegur tíman.
Þessi kenning kannski fáruleg, en hlustaðu nú. Það nefnilega lag sem var samið sem rammar saman já og á og hefur verið í eyrum okkar frá blautu barnsbeini. Og syngi nú. Djúp og breið, djúp og breið, það já sem rennur djúp og breið. Hefurðu heyrt þetta? Já. Sönglaði þetta með mér? Ég hef heyrt lagið, sko. Sönglaði lagið með mér? Djúp og breið, það já, akkurat. Já, herri, nú þetta alltaf komið heim og saman. Það sko búið að innstimpla þetta í öll börn íslensku þjóðarinnar. Ég vil eftir bilaður maður. Já, við hefum ekki að hleypa svo lótið. Þetta er joke. Nei. Já, hefur ekkert... Nei, þetta er ekkert galin kenning. Nei, en þetta er eins og ég segi, kemur frá þeim óábyrgasta, við skulum flagga öllum fyrirvörum sem hægt er. Það væri nú alveg, ofan á allt ef að biskupsembætti var eitthvað með puttan í þessu. En herðu, svo verðum við náttúrulega að minnast á eitt sem við ætlum að koma inn á í inngangnum, varðandi Dýbind og Pingjan. Og það er og bara varðandi merkið okkar, Pingjan, það er skölun. Nú erum við að fara að gefa út fyrsta fréttabréf. Laugardaginn 1. október. Nú, laugardag, ok. Við vorum náttúrulega búin að sitja laugardag. Já, annarkvort... Föstudagskaffi á föstudögum. Abjón Seftnó 30 hver. Annarkvort 30. seft eða 1. október. Þá er stefnan sett á að gefa út fyrsta fréttabréf, Pingjunar. Já, Pingjubandalagið. Og með því, ef þú ert skráður meðlimur inn í Dýbind og Pingjan, þá fylgir með frí áskrift af keldunni. Já. Þannig að þetta verður allt saman í boði keldunar. Og þar með geta allir komist á Sjefa-level í gagnagarúski og ársreikninga uppletningum sem að kemur bara á besta tíma því að það er fáránlega mikið að gerast. Allir að skila 21 reikningum. Já, það er meira sem bara skilda að skila 21 reikning fyrir 30. seft. Ég held að þetta sé... Þannig að þetta gæti eiginlega ekki verið betri tímasetning. Nei, þetta er besti tímin á árinu til að prófa... Mánuð hjá keldunni. Allir 2021 ársreikningar fresh. Akkurat. Þannig að hafið það í huga. Nú, og við munum gefa upp kóða og sem sagt, allt sem að þessu tengist inn á Dýbind og Pingjan. Akkurat. Þegar að nærdreigur. En sko, ég ætla nú aðeins að fara, hefur þú lokið þínu máli? Já, það situr svolítið í mér þetta með kirkjuna. Ég held að... Það er já sem rennur. Þú veist, já rennur djúpt og breitt allt landið. Já, gerir það, sko. Þetta er óábyrgt, en þetta gæti staðist. Þetta er þetta fáránlega óábyrgt, en ekkert galin kenning. Nei, það er já sem rennur. Við höfum alveg heyrt galnari kenningar frá það. Við hefum eiginlega átt að bara henda góðum fugla á þetta, sko. Já, þetta er náttúrulega engisbretta, sko. Aha. Er það ekki það? Nei, þetta er... Þetta er fugl? Nei, þetta er engisbretta. Þetta er skúmur. Herðu, sko, félagið hérna, það heitir Já HF. Ok. Og það er í dag í eignarhaldsfélagsins Njálu. Og sko, þar koma 3 hluthafar að borðinu. Stærstur, þar er Auður fagfjárfestasjóður. Sko, hann heitir Auður fagfjárfestasjóður 1 SLF sem að hann fer með 80,7% eignarhlut. Og sem sagt, gengur yfirlega undir nafnu Auður. Auður 1, segi. Og það er framtakssjóður í umsjá Kviku. Kviku eignastýringar náttúrulega tiltekið og þessi sjóður er svona mestu í eigu lífeyrissjóða og einhverja fleiri eignarhaldsfélaga. Don't fuck with the pension funds, boy. Nei. Og svo á eftir Auði þá Auði einum, ég segi alltaf Auði, en eftir Auði einum kemur Sókó EHF með 14,3% hlutdeild og það félag er í fullri eigu áður nefndrar Sigríðar Margrétar Oddsdóttur sem var framkvæmdastjóri vissulega bara frá byrjun til 2019. Já, ég á með skráð forstjóri. Hún hefur verið bæði, framkvæmdastjóri og forstjóri. Já, framkvæmdastjóri og síðar forstjóri, sko. Það gerist í rauninni held ég 2011 þar sem hún er titluð forstjóri. Þegar að Auður einn kaupir, tekur yfir reksturinn, eða kaupir meiri hlutan. Nú, og síðast er það félagið Volta EHF sem fer með 5% hlut og það er í fullri eigu Kjartans Arnar Ólafssonar. Já, það er einn mesti kongur sem Íslandi eru aðlega sér. Ég ætla að segja það aftur, hann gaf út spilið Fimbulfamb sem er besta sportspil Íslandssögunar. Já, hann var frumkvöðull þar. Já. Það er athyglisvert, en þar með er í rauninni eignarhaldið talið, þannig að svona stærstu einstöku hluthafar þarna eru Sigríður Margrét Oddsdóttur og Kjartan Örn Ólafsson. Nú, þá dempum við okkur yfir í rekstrarreikningin 2021. Við ætla að hafa hann í boði Payday í dag. Já. Og það er náttúrulega bara eins og við höfum komið inn á áður upplifun í hverjum einasta sendareikning.
og það eru stóru hlutir á döfinni hjá þeim. Já, eins og við nefnt áður, þannig að sko, ég held að það sé eina vitið og hættir öllu sem þú ert að gera núna, allavega eftir þennan þátt og skráir þarna inn að þú ert með rekstur. Já, klálega. Og þú veist, það er þess að slúður í gangi að bara félag á markaði séu farin að skoða þetta. Já. Við heyrðum það útundan okkur að fara að skoða þjónustu peili. Núna að síminn er búin að losa míluruslið þá alltaf bara að fara að henda þessu. Nei, ég segi svona. En eins og ég segi, þannig að bara þetta er fyrst og fremst fyrir lítil og meðalstór, einyrkjana, byrjum þar. Við vitum til þess að stór fyrirtæki séu farin að renna hýru auga þarna. Já. Þannig að í Guð annabænum skráið ykkur. Herði, nú byrjum við á tekjunum í rekstrarreikning og þú ert svona nokkurn veginn búin að dekka tekjumótilegra, svona að segja hvað þau að selja en það kemur hérna, ég kem nánar kannski aðeins inn á það eftir, en hérna árið 2021 að velta rúmum 1,2 milljarði sem að þó talsvert minni velta heldur en þegar þau voru svona píka fóru í 1,4 milljarði hérna árið 2016 voru í rauninni dálítið á toppnum 2016, 17, 18, 19 svona að þér verið voru að velta meðaltali árið rúmum 1,4 milljarð á þeim árum. Ætli þau sakni símaskránar? Það er pæling, við getum veltið fyrir okkur en núna 2021 og 2020 er þetta svona einungis tæplegur 1,2 milljarður í veltu. Og það er einmitt forvitað að vita hvað veldur þessu. Nú hættir hún Sigríður þarna 2019 og ég ætla ekki að segja að það, þú veist, gæti það verið ástæðan? Ég skal ekki spyrja, ég veit það ekki. Það er ólíklegt. Vilborg á allan að verk fyrir höndum að hvað getur við sagt, reisa þetta aftur á... Já, ég finnst samt, ég er svona líklegast að ný fyrirtæki séu bara farin að veigra sér við í að skrá sig inn á já.is og ég vil að einhver séu farin bara að afskrá sér hreinlega, Já, bara eins og ég nefndi, mér finnst að vera aukast að ég finni ekki bæði fyrirtæki og einstaklega. Já, ég myndi halda að þróunin sé alltaf að færast meira og meira í átt að netinu. Mér finnst allan orðið mjög algengt að fyrirtæki séu hreinlega ekkert með þjónustu síma heldur bara bara í einn heimasíðu eða eða þú veist einhver svona gátt, bara nethjálp. Það má þó koma í bara til að gefa þeim smá rep að þau segja hérna einhvern frétt. Grunnpakkin hefða mér frýr. Það kostar ekkert að vera skráður. Nei. Svo, þetta er svona freemium módel fyrir fyrirtækin. Svo byrjaðu kannski að plokka einhver staðar annars staðar. Ef þú vilt fá persónulega ráðgjafa til dæmis. Já, þá getur þú farið í einhvern dýrari pakka. Þetta er alls konar skipting á pökkunum en þú veist, þetta virðist ekki vera svona sami staðalbúnaður og áður að vera skráður inn á já.is. Nei, það er einhvern veginn eins og það sé á undanhaldi. Ég segi það án ábyrðar en þetta er bara svona mín tilfinning. Nú, tekjur eru samt að vaksa hérna milli ára 2020 og 2021. Þetta er rétt 3,7% upp í, eins og ég segði áðan, rúman 1,2 milljarði. Ég skoðaði þó hérna ársreikninga aftur til ársins 2005 þegar Já var stofnað og það verið sem að fyrirtæki hafi verið bara þessi risi frá byrjun eins og við nefndum áðan og enda bara afsprengi símans, bara því sími fyrirtæki á markaði í dag. Þá var Já auðvitað bara allt öðru þessi fyrirtæki með símaskrána og gömlu góðu 118 sem var á hétt og tekjumódelið talsvert, þú veist, það var öðruvísi. Voru vissulega að selja auglýsingar þá bara í símaskrá, núna á netið og hérna... Helviti góður þessi símaskrá business, eins og ég kom inn á. Þú veist, það einmitt lítur út fyrir að félagið hafi verið að velta alveg talsvert meira hérna áður fyrr en það er að gera í dag. Ef við skoðum veltuna og hagnaðinn til verðlags sem dæmi, tökum eitt dæmi hérna, að félagið velti 1,1 milljarð árið 2008 og ef við ætlum að færa það yfir á verðlag dagsins í dag, þar sem ég nota bara breytingu á vísitölu neysluverðs, þá eru það rúmið 2 milljarðar á núverði Svo þau hafa allan ekki verið í tekjuvexti að raunvirði Já, eins og kom fram í greininni. En mér ber þú veist, skylda að taka það fram og eins og þú gerðir hérna áðan að árið 2015 þá keypti ég á allt hlutafé í GI Rannsóknir EHF sem er gamla góða Gallup og því velta samstæðunar, þú veist, hærri. Gallup velti 720 milljónum árið 2021 og þá þetta samtalsvelt upp á 2 milljarða. Já, akkurat. En við munum nú koma bara til með að skoða rekstur Já, hérna það sem eftir en óumflýjanlegt þó að minnast á þetta samspil þarna á milli þessara fyrirtækja því að
öll keypt þjónusta Gallup frá Já. Já, bara eins og ég segi, flís fyrir rass. Já, þannig að þetta er 55% af tekjum, sko... Já, sko, 55% af tekjum Já eru komnar frá Gallup. Já, akkurat. Og því að þau kaupa náttúrulega af þeim gögn og hérna, já, þú veist, ég ger ráð fyrir að það sé svona stærsta, að þau sé að kaupa bara hreinlega af þeim gögn til að geta verið í einhverjum markaðsrannsóknum. Og svo ger ég fastlega ráð fyrir að hinn 45% sem eftir standa í tekjum hjá Já komi fyrir bara, þú veist, auglýsingasölu 118 og gagnatorkið. Fyrirtæki getur náttúrulega keypt alla þessa auglýsingapakka sem verðlagt bara eftir þessum sýnileika og svo bara svo ég nefni dæmi dýrasti pakkin hjá þeim kostar upp undir 1 milljón á ári. Já. Og svo sömuleiðis þau að selja þessi gögn bara til fyrirtækja. Þú veist, það þetta gagnatork. Þetta ekki bara Gallup. Hérna, já, en það ómögulegt að segja til út frá ársreikning hvernig tekjuskiptingin á þessu hjá þeim nákvæmlega. Já. En þau eru með þetta gagnatork, það sem að, þú veist, önnur fyrirtæki en Gallup eru líka að kaupa, en svo það auglýsingarnar og 118. Bara hann við segjum líka okkar þangagang, þá voru að reyna að spá í spilin hérna bara rétt fyrir þátt. Símaskráin hætti 2016, á einhvern hátt hægt að lesa úr ársreikning, hvað áhrif það hefur á reikning? Nei, eiginlega ekki, þú veist, tekjurnar voru niður 80 milljónir. Já. En svona, þú veist, long term trendið á Já niður á við, eins og staðan í dag. Já, algjörlega. Já, þú veist, það bara hérna staðreind. Já. Það bara raunvirði tekna bara að fara hérna dalandi. En bara til að loka tekjunum aðeins, þá erum við með metrik sem við höfum ekki verið með í smá tíma og það tekjur per starfsmann. Já. Hans hefur verið sárt saknað og miðað við hérna 58 skráð starfsskildi hjá Já hver starfsmaður að skila fyrirtækinu rúmri 21 milljón. Sem bara þokkalegt. Já. Það er ekki að hæsta sig séð, en það samt alveg bara nokkuð svolít. Meðaltali. Já. Herðu, þá það kostnaðarverð seldra vara, sem heitir reyndar kostnaðarverð seldrar þjónustu hjá þeim. Og ég áttaði mig svona illa á hvað fjall þarna undir þar til ég áttaði mig á því að rekstrarreikningurinn þeirra bara hreinlega ekkert eins og þeir eru flestir. Þarna vantar til dæmis launastærðina hjá þeim. Hún kemur ekki fram í rekstrarreikning, sko. Hvað þú veist, laun og launatengd gjöld, það kemur ekki fram í rekstrarreikning. Já. Og hérna, en þá fór ég að hugsa hvort að laun og launatengd gjöld falli bara hreinlega undir þetta kostnaðarverð seldra þjónustu. Það gæti verið. Þetta náttúrulega svona nokkuð hugbúnaðardrifið fyrirtæki í dag og þeirra helsta tekjustoð þú veist, að sala á gögnum og auglýsingum sem grunar svona sterklega á bakvið kostnaðarverð seldra þjónustu séu bara meðal annars manntímar. Já, gæti verið. En þau eru eins og þú... Láta okkur vita, það viti betur. Já. Hérna, sko, svo eru þau náttúrulega að selja gögn frá símafyrirtækjunum, eins og við ræddum þetta fyrir þátt. Það ekki nema 3% álagning sem þau bara hreinlega mega setja ofan á þau gögn. Já, samkvæmt þessari frétt sem var hérna með þeirra samkeppniseftirlitið sektar. Já. Þá kom fram, samkvæmt Sigurði, að þau væri að kaupa gögnin bara á 100%, bara uppsettu verði, en mætti einhvern veginn bara endurselja þau á 3% af því verði. Álagningu, já. Það álagningin sem við varum að tala um? Já, þú varst með þessa frétt. Nei, kastaðir í sími. Já, en ég las það ekki þannig að þau væri með 3% álagningu. Nei. Það væri basically eins og þau var að tapa á því að standa í þessu. Já, ég meina, já. Sem að meikar ekkert sens. Þú meinar þá bara 3% framlegð? Nei, það var að tala í rauninni bara ef þetta kostar 1000 kall, þú kaupir þetta á 1000 kall, þá skildi ég hana eins og þau mættu bara áframselja þetta á 3 krónur. 3%. Nei, 30 krónur. Já, ég skilði þig. Þannig að þetta eiginlega meikaði ekkert sens. En það var hún líka að segja að það væri hvergi annars staðar á Norðurlöndum sem að við líka... Þannig að ef ykkur getur útskýrt þetta og er ég mjög til að fá smá... Full mikið engisbrettum í þessum þætti, sko. Fuglarnir tísta, skúmurinn. En allavegna, og bara ef við förum í þessa útreikninga með kostnaðarverð seldra þjónustu, þetta eru 844 milljónir. Og, sem sé, mér finnst líklegt að mestu hluta því séu laun og launatengd gjöld. Því miður bara eru enga frekari skýringar á þessari stærð í ásreikningnum. Kannski að lasta þau fyrir það. En allavega miðað við þetta, þá má áætla að Já sé að leggja 42% ofan á veitta þjónustu hjá sér. Já. Bara ef ég deili tekjum með þessu kostnaðarverði seldrar þjónustu.
Nú, þá skulum við skunda yfir í launin og þú veist, þau eru í rauninni ekki sjáanlega á rekstrarreikningnum eins og ég sagði á hann, svo ég þarf að fara í skýringar í ársreikningnum og þar finn ég laun og launatengd gjöld upp á 670 milljónir króna og þar 541 milljón í hreinlaun og með 58 stöðugildi þá gerir það 778.000 krónur per starfsmann á mánuði sem nú bara hörku gott hjá þeim sko en þá það EBITDA Gimme the EBITDA og hún bara stutt í dag hún stendur í 106 milljónum sem er 8,8% framlegð sem bara nokkuð fín EBITDA hafa verið svona, árin stjörnu árin 15, 16, 17, 18 var að meðaltali einhver 11% EBITDA stökkva svo upp í 26% 2019 Ætli sér ekki bara öllu til tjálta þegar hún að stíga út sem forstjóri? Nei, mér sýnist það vera vegna sko, þetta náttúrulega ekki vegna sölunar á leggja, það kemur í rauninni ekki inn í EBITDA, ætti að koma neðar í rekstrarreikning hjá þeim en þetta líklegast söluhagnaður af rekstrarfjármunum ég nokkuð vissum að það komi inn í EBITDA og það kannski ástæðan fyrir því að Já, hún hleypur upp þarna einhverjar 200 kísukúlur bara það með þess að kemur fram í sjóðstreymi 2019 að söluverð seldra rekstrarfjármuna 350 milljónir þannig að það má áætla að hagnaður af þessum rekstrarfjármunum komi inn þarna í EBITDA en sagt án ábyrgðar Ég ætla ekki að taka ábyrgð á þessu í þetta kýrst sko. Þú ert búin að henda mér svo oft fyrir EBITDA hefur verið að lækka, var 5% 2020 8,8 2021 vissulega hækkar ár frá ári en svona meðaltals EBITDA hefur verið yfirleitt hærri hjá þeim Nú, þá það afkoman og hagnaðar ársins 2021 voru 76,6 milljónir sem að gera 6,5% hagnaðar hlutfall og langt sem við spáðið því Já, sko eins og ég nefndi hérna í byrjun yfirferðar þá var félagið að velta talsveit meiru í árdögum félagsins og það sama á við arðsemi félagsins bara afkomu svo ég taki dæmi sama ára og ég gerði hérna með tekjunar 2008 þá voru þeir að hagnast 310 milljónir sem 28% hagnaðarhlutfall og ef við skellum þessum 310 milljónum yfir á verðlagið í dag þá erum við að tala 568 milljónir króna sko. Svo þið sjáu það að félagið ekki sama peningavél í dag og það var áður en þó enga síður búin að vera hagnast ágætlega svona síðustu ár en og í raun það ekkert sjáanlegt tap og í raun þau hafa bara aldrei skila neikvæðri afkomu út í það farið sko. Ég held ekki að trúa að það vera spennandi að vinna á svona fyrirtæki núna. Það stórt, það hefur all capacity. Þetta eitthvað, klálega, þetta eitthvað sem að ég sjálfur væri svona bara til í að taka þátt í að endurreisa. Bara hvernig náum við 3 jördum í staðan fyrir að fara niður í 1. Einmitt. Það er svolítið gaman speculation. Já, það endilega heyrið í ykkur ef ykkur vantar óábyrga sjálfstæðar ráðgjafa. En eins og ég segi, þannig að hagnaðarhlutfallið að fara úr 28% 2008 í svo náttúrulega, þú veist, þetta hefur þetta verið að jójóast milli ára en hagnaðarhlutfallið var lengi vel upp á 2014 alveg alltaf yfir 20% sko. En allavega það þarf eitthvað að gera þarna til að ná þeim aftur á þann kjöl Nú, það engin sjáanlega útgreiðsla á arði í sjóðstreymin hjá þeim fyrir árið 2021 en vissulega pumpið út 200 milljónum í arðgreiðslur árið 2020 og máttu alveg við því, erum við nokkuð svona sterkan efnahag og eiga eitthvað á óráðstu við því ennþá en þá okkur ekkert á vandbúnað annað en að kanna bara efnahaginn nánar og ég ætla að hafa efnahagsreikningin í boði Landsbankans í dag og þar erum við með Hagsjána og gömlu góðu vikubyrjunina og við höfum, eins og við nefndum bara í síðasta þætti þú vilt vera spot on, þú vilt vera sharp þú vilt ganga sharp inn í vikuna skráði í vikubyrjunina færið allar upplýsingar bara alla markaði þetta í rauninni ótrúlegt úrval af greiningu þarna og ekki hræðast þegar ég segi mikið þetta er rosalega neytendavæn framsetning hjá þeim sko. Þetta er ekkert verið að drekka þér ómikið að texta svo það með Hagsjáin þar ertu bara að þú vilt vera gáfaðastur í öllum partíum sem þú ferði
þá gott að vera búin að renna yfir hana. Já, þetta bara gott stöf og maður finnur að mikill metnaður í þessu. Una á season of run. Já, þetta alveg bara trillt dæmi, ef svo má orði komast, sko. Þannig að ég mæli með því að þið farið inn á landsbankin.is/postlistar og skráðu ykkur núna. Já, Hagsjá og vikubyrjun. Já. Það svona kremaleg krem. Þetta líka, þú veist, það svo margir sem að þrá að vera on point í fjármálum, sko. Já. En vita ekkert hvernig þau að gera það, þú veist, þurfa að leita á 15 mismunandi staði, nei. Svarið nei, þið farið inn á landsbankin.is/postlistar og skráðu ykkur þar. Jep. Herðu, efnahagsreikningur, við skulum byrja á eignunum sem fyrr og eignir að telja hérna samtals 868 milljónir króna. Það eru fasta fjármunir fyrir 494 og þar eru óefnislegar eignir stærstar, samtals 308 milljónir og þar fellur undir viðskiptavild, þróunarkostnaður og hugbúnaður. Sko, viðskiptavildin tilkomið vegna kaupa félagsins á Spurl EHF hérna árið 2006. Já, það leitartækni sem hvað segirðu? Leitartækni einmitt, fyrirtæki sem ég nefndi. Einmitt. Og sko, viðskiptavildin var ekkert afskrifuð hérna heil lengi, en núna síðustu ári alveg búið að afskrifa það í drasl, sko. Og hérna Allir hún hafi bara mætt þetta. Allir við getum að fara að afskrifa þetta draslina. Það hefur verið örugglega einhver fundur nú byrjum við bara að afskrifa þetta. Þetta Spurl þarna, á að geta að fara að afskrifa þetta draslina. En þú veist, ég meina, ætli tæknið þeirra í dag byggja eitthvað, þú veist, á ætli þetta Spurl, þetta var náttúrulega bara svona eflaust badsins tíma, lagði grunninn auðvitað, sko. Að leitar orðatækninni sem að þau notuðu fyrst, þannig að þetta kannski svona, þetta er grunninnviður. Já. Þannig að það kannski ekkert óafsakanlegt að þau hafi ekkert verið að afskrifa þetta, því að þetta var bara mjög on point fyrir þau í byrjun, bara virðið. En allavegna, svo það rekstrar fjármunir hérna fyrir 30 kúlur og þar fall undir tækni, búnaður og bifreiðar. Og svo það hérna eignarhlutur í dótturfélagi sem bókfært á 155 milljónir og þetta dótturfélag bara Gallup sem var keypt hérna 2015 og ég sé að það, samkvæmt ársreikning 2015, að það keypt á 293,6 milljónir króna. Sem léttur djús, því ég man að ég var að skoða fréttir frá þessu tíma og þá kom að kaupverðið var ekki gefið upp, en svo bara hægt að finna þetta allt í ársreikningunum, sko. Jú, þetta liggur bara þar. En þá látum við fastafjármunu lokið og kíkjum á veltufjármuni. Þeir eru, ómerkilegir í dag, miður engar byrðir sem reyndar minni mig á að ég steinglemd að taka fyrir veltur að byrða í síðasta þætti, Nespresso. Það algjör grundvallar mistök á minni hálfu. Ertu eitthvað bílað? Ég veit það, sko, ég vil bara afsaka það hér með. Hvað gengur fyrir þér? Já, ég skil þetta ekki, því að þetta hefur verið svo juicy dæmi, ég nenni ekki að vera að koma með eitthvað núna. Já, þú veist. Hefðu við getað tekið það í föstaskaffinu í síðustu viku? Já. Bara svona auka þátt. Já. Við hefðum kannski átt að gera það. Já. Gerum það bara. Já. Gerum það í síðustu. Föstaskaffi í síðustu viku. En allavegna, svo eru hérna viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur. Eins og ég segi, enga byrðir, það bara 0 byrðir og svo eru hérna viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur 101 miljón, kröfur og tengda aðila 181 miljón og handbært fé fyrir 83 miljónir, samtals tæpar 365 miljónir króna og þessar kröfur við tengda aðila bæði á dótturfélagið Gallup og svoleiðis á hérna móðurfélagið, eignarhaldsfélagið Njálu. Nú þá það skuldirnar, þau skulda hérna svoleiðis tengdum aðila 58 miljónir til langstíma. Eru á öllu leiti laus við binna í bankanum sem betur fyrr. Já, það bara taka það gæði og fleigi honum fyrir hafsögar. Já, og hérna, svo það tekið skattskuldbindning fyrir 50 millur og þannig að þetta eru hérna 118 miljónir króna sem flokkast undir langtímaskuldir. Svo eru skammtímaskuldir fyrir 209 miljónir og þar bara þetta klassíska viðskiptaskuldir og aðra skammtímaskuldir fyrir 180 miljónir og gefa nú upp hérna létta sundurliðin á því í skýringum og þá kemur fram að ógreiddur starfsmannatengdur kostnaður eru 86 miljónir af því. Ég veit nú ekki alveg hvað það geti verið, mögulega einhver ógreidd launatengd gjöld sem að smjúga þarna yfir áramótin eða. Ég verði að segja eitt hérna, sorry. Kemur rosalega óvart að svona fyrirtæki sé ekki að nýta sér hérna skattafrádrátt hjá Rannís vegna rannsóknar og þróunarverkefna því að þau eru sko, það eru svo mörg hugbúnaða fyrirtæki farin að gera þetta
þú náttúrulega eggfæri þróunarkostnaðinn af starfsmönnunum forritarinn alltaf að búa til lausnir og þetta sko, ég held sé alltaf 25% sem þú getur fengið í skattafrádrátt og fyrir svona fyrirtæki að vera ekki að það maður sé að nýta fyrirtæki en veistu hvort þau séu að þessu og ég sé nefnilega að þau eggfæra þróunarkostnaðinn en það eins og þau sé ekki að fá styrkja á honum sko. Sem pínu spes þau eiga það inni eða hlusta þáttinn, ég held að þau inni við getum verið að spara þeim hérna hellingspenning ég menn þetta getur verið einhverja miljónir ég held sé 25% af þróunarkostnaðinum sem bara frádráttabæri samkvæmt lögum það samt ekki bara í einhvern x tíma? Jú, en ég meina fyrir 100 milljónir þá getur við fengið 25 milljónir í frádrátt fyrir x tíma að þau hafi kannski séu búin að nýta þetta sem fyrirtæki í 10 ár Nei, það er bara allir sem eiga rétt á þessu kemur manni svolítið óvart svona, en kannski ég að drulla mig. Nú erum við í þróunarkostnaði til dæmis með postlistan og fréttabréfið. Ég þarf að kanna það. En allavega hérna, hvert var ég komin, hérna, þessi hérna, ógreiddur starfsmannatengdu kostnaður eitthvað, 86 milljónir. Já. Þekki það ekki, en bara svo til að loka skammtíma skuldunum. Þetta ekki bara eitthvað í Kjarval? Jú, mögulega. Hanga á Kjarval? Reikningur á Kjarval. Einhverju toppar að hanga á Kjarval? Svo þetta hérna vaxtaberandi skuldir við tengdan aðila 29 milljónir. Svo þau virðast bara algjörlega vera laus við binna í bankanum. Þetta allt bara lán til eða frá tengdum aðilum. Og svo þetta fína veltufjár hlutfall hjá þeim, 1,74 og hérna prónendin bara hoppar að kæti yfir því á þetta. En allavega skuldir samtals 327 milljónir sem er ekki nema 38,2% skuldahlutfall sem ég persónulega fagna vel og innilega og það gerir þá 61,8% eiginfjárhlutfall samtals 531 miljón í eigifé og þar af 217 milljónir í óráðstafað eigifé svo ég nefndi hann, það er alveg svigrum þetta er flott eiginfjárstað og alveg svigrum til að pumpa út meiri arði en ekki sömu upphæðum og áður það er bara sorgleg staðrind en ég held með þeim sko það er ekki spurning það er samt eitt, við hefum náttúrulega ekkert nefnt að þetta fór bara í opið söluferli hérna í febrúar í fyrra það var einmitt það sem ég ætlaði að koma inn á bara núna í samantæktinni sem að hvað hefur verið gaman að komast í fjárfestakynninguna ég ætla að hafa samantæktina veistu í hvers bóði ég ætla að hafa hana? Jómfrúnar Kobba? Jakob, hvað er maður Jakob? Jakob, það er fallegt nafn Ég held nefnilega að það væri fallegt að gera það hefð að þú ert að selja fyrirtæki þá ferðu á Jómfrúna og ángríns færðu síldaplata þetta á að vera svona aðtöfn þú veist, þetta er ekki spurning ef þú átt einhvern business deal framöndan einhvern viðskiptadíl þá ferðu og bókar á Jómfrúnni bæði þegar þú ert að fá retainerinn og að fá að selja og svo þegar þú ert búin að selja þá fara allir á Jómfrúna og síldaplatti og túborg þetta er líka eigu tröst klálega ef að mótaðalinn veit að þú ert búin að bóka á Jómfrúnni þá er þetta aðeins sem þú getur treyst ég treysti því að snáðarnir og snáðarnar hann í Artika sem sjá söluna og sem séu búin að bóka borð á Jómfrúnni nánast alveg lofaði því svo nú dæmum að fólk sé með fast borð þarna maður hefur heyrt af því þannig að þetta er bara mekka viðskipta og samningagerðar Jómfrúin minn ykkur á að vera í tíð og tíma að panta jólahlaðborinn ef þau eru ekki nú þegar uppselt og ráð til allra millistjórnenda ef þeir eru að halda fund þá er Jómfrúin með veisluþjónustu og ég mæli með að panta þetta á fundi því ég sláði alltaf í gegn ekki spurning sérstaklega, ég verð að segja þetta það kom 2 ár, þá var ég að vinna 15-16 ég var að muni þetta þá var ég að vinna verkefni og það voru 4 ríkisstofnanir inn í þessu og eina ástæðan fyrir að 2 úr 2 af þessum 4 stofnunum mættu var út í ég var alltaf með Jómfrúna sem veitingar á fundunum, no joke ég myndi name-droppa viðkomandi en ég veit hann er ennþá starfandi hjá þessari ríkisstofnun og hann sagði þér þetta hann sagði bara eina ástæðan fyrir erjörna er þér með Jómfrúna það var alveg, ég fekk mínu framgeng þarna í þessu máli ég þakka Jakob fyrir það mannstu samt Jakob Birgis sem mætti hérna til okkar til að gera fyrstu seríu með okkur hann sagði okkur frá þessu ríkis dóti við þurftum að skoða hvað ríkið er að henda í Jómfrúna en það er náttúrulega ráðherrar þarna bara ég er búin að fara núna tvisvar mjög nýlega í bæði skiptin hafa verið ráðherrar á svæðinu sitt hvor ráðherran þannig að það verið gaman að kíkja í þetta er platsen fyrir ráðherran hvað hét þetta aftur þetta ríkisapparat sem hann fletti upp
Ég maður, ríkisreikningar eða eitthvað. Já, við þurfum að heyra í honum aftur. Við þurfum ekki að blanda því við fallegu jómfrúna. Nei, ég er bara að segja að, þú veist, ef að ríkið treystir á jómfrúna, þá er þetta náttúrulega... Já, ég mælu, sko, allir sem eru að hlusta núna og vita þurfa að plata, segja bara tollin eða hagstofuna eða fiskistofu eða einhvern svona áföðun. Séðu, svo verður veitinga frá jómfrún í boði, þá er þetta bara instant accept. Instant. Fólk er að fljúga frá Akureyri utan að landi í bæinn fyrir jómfrúna á fundi, sko. Gleymdu því, það virkar ekki. Þvílíkur heiður að fá að vinna þetta með ykkur. Já, sönsaga. Herðu, en förum aðeins í samantættina og, þú veist, punktar hjá mér hvað þetta varðar, þetta er svona þokkalega sjálfbær peningavél, ekkert, þú veist, sérlega djúpar pingjur hlutfarslega en þau eru náttúrulega með góða eiginfjárstöðu en mér finnst áhyggjuefni að sjá hvað þau eru að dala svona allavega á raunvirði og sko einmitt eins og mér langaði líka að taka fram er að félagið er til sölu það er spurning hvort að það séu einhverjar innanbúðar áhyggjur þarna að félagið sé bara hreinlega búið að ná þolmörkum. Sorry, ég ætla bara að sýna þér myndir af manninu sem að sagði þetta við mig. Já, einmitt. Hérna er hann bara í búningnum, ekki segja frá hvaða stofnun þetta er. Þessi maður lígur ekki. Nei. Hann mætti bara á fundi hjá mér í 2 ár og tíma með jómfrúna. En varst að hlusta á það sem ég er að segja þetta? Þú var að taka þátt í þessum díalóg. Sorry. Sko, þau eru náttúrulega eins og þú sagðir á hann, félagið er komið til sölu. Ég hef áhyggjur að því að sjá þennan samdrátt hjá þeim, skilurðu, allavega þessi samdráttur á raunvirði. Líka sko, þetta er orðið langt ferli, sorry ég skjótinni. Það fyrir að sölu í febrúar 2021. Þannig að væntalega er í þeim kynningum einhverjar spár tekjuvöxt. Ég eiginlega trúi ekki Þeir reyndum með þess að komast yfir því var hafnað. Yfir fjárfesta kynninguna. Já, því var hafnað, allt í góðu. Við erum ekkert að svekja okkur á því. En það sem hefði verið áhugavert er að sjá hvað sögðu stjórnendur í byrjun 2021 og hvað sjáum við núna 1,5 ári síðan að raungerðist. Já, einmitt. En ég er með verðmat svo sem ég get sparað þessum snáðum í Artika nokkra klukkustíma, ég er með hérna hrunstaðalina á þetta. Svo líka eins og við komum með mitt inn á áðan, áhugavert að spá í því hvernig nýliðunin í þessum geira er. Þú veist, það er að segja hvort að ný fyrirtæki séu bara yfir höfuð að skrá sig á já.is. Það er náttúrulega, það er bullandi samdráttur bara í landlínum, sem sagt bara svona heimasíma pælingunni og bara þjónustu síma og ný fyrirtæki oftar en ekki bara án þessara þjónustu síma. Bara á netinu, þannig að það er spurning hvort að þau séu að selja út af þessari þróun. Þetta er líka hvort að þau hafi áhyggjur, ég veit það ekki. Áhugavert að velta fyrir sig, hvað ferli fyrir í gang? Segjum að þú skiptir símanúmer, skottist niður í Nóa eða Vodafone eða hvað það er, hringdu eða síminn eða einhver fleiri sem við getum nefnt. Bara til að geta jafnræðis. Haltu bara áfram. Já. Er þetta automatist sem þetta sendist inn á já? Eða þurfa þau að kalla eftir þessum upplýsingum einu sinni í mánuði til þess að bjóða þær að fara inn á já? Eða ert þú með hakað einhvers staðar, ég vil ekki að númerið mitt sé á já? Þú náttúrulega skráir þig í rauninni sjálfur inn á, ég held... Þetta er vangavelta. Hvað er ferillinn á baku þetta? Þetta er alltaf fjöldin allar á númerum sem verða til. Ég er til dæmis skráðið með röngu númer inn á já.is sko. Já, þar höfum við það. Akkur er enginn að stoppa það? Nei, það er bara út að ég get breytt í hvernig sem ég vil sko. Já, þú ert með rangt númer. En það er gamla númerið mitt sko. Ég vil ekki hafa nýja. Ég þurfti að taka mitt út einhver tíman. Lendi einhver svona blandtrekk. Þú veist, það er ástæðan fyrir ég nenni ekki að hafa númerið mitt. Nei, akkurat. Ég held að séu margir sem hafa lendi því bara, sko, já, má allavega samt eiga það að þau hafa verið í bara stanslaustri þróun sem svona upplýsinga fyrirtæki, eða hvað kallar maður þetta, bara upplýsingatæknir eða eitthvað, tæknifyrirtæki bara. Þau eru alveg að taka sjensana, þetta er mjög áhugavert eins og með vöruleitina og... Einmitt, opnuðu hana sko 2018 sem er svona eitt þeirra nýjasta, sem er eins og ég sagði, viðskiptahugmynd sem ég var með hérna á sínum tíma 2015. Já, þú hata þau. Já, það hefði getað endað á 2 vegu, annarkvort hefðu keypt mig eða kramið mig. Já. Keiftur eða kramin. Er það ekki fínt svona slangur sem að... Bara kopja í staðinn. Þriði option sem að glemur að hugsa fyrir. Nei, sko, ég held að þetta sé fínt slangur sem að allir frumkvöldar þurfa að velta fyrir sér. Keiftur eða kramin. Kramin er náttúrulega, þú veist, að þau fara í samkeppni við þig. Já. Og þau, Akkurat. Svo er náttúrulega 3. káið sem að væri þá bara gríning eða eitthvað. Já. Þú getur bara, ég veit ekki. Valsa bara að inn. Já, verið kóngur markaðarins, ég veit ekki. En líka annað eins og þetta með að taka hattinn ofan fyrir þeim. Já. Því að það er alveg rétt. Þetta er ekki eins og eitthvað gamalt
apparat sem ekkert í að gera og meira segja komaði fram 2017 og sögðu bara einn vara hjá þeim floppaði. Það var eitthvað svona skuttla og sækja eða senda og sækja og lönsuðu því með eitthvað 70-80 partnerum. Ég held að það veri innan við 200 pantanir og þau bara áttuðu sjá því að þetta ekki þeirra game. Já, einmitt. Þannig að það alveg nokkuð töff að... Þau allan búin að vera virk í nýsköpun, sko, sem alltaf vel, en því miður það bara ekki að skila sér í rekstrarreikning, sko. Nei, ekki þessi síðustu... Ekki í þessum vexti sem að við... Nei, einmitt. Allir COVID hafi hakkað þau, já. Nei, ég á erfitt með að sjá það, sko. Það væri áhugavert að komast í þessa fjárfestakynningu, sko. Ég vil spurninga ef einhver liggur á henni og vill senda okkur, þá bara það velkomið. Já. Og við náttúrulega sjálfsögðu gætum nafnlendar í... Nei. Þetta gæti orðið eitthvað séð og heyrt í fréttabrifinu hjá okkur. Já, en svona áður við förum að fabulera of mikið endan. Djúvill þetta örugglega spennandi. Þetta fyrirtæki, það annarkvort buy or be bought. Já. Heldur það ekki? Jú. Ég held það. Þú veist, þau getur náttúrulega að byrja að kaupa líka minni aðila. Þetta þannig stór rekstrarreining, hún á að geta borið sig með... Klálega, ég held að það sé margt mjög spennandi sem hægt að gera þarna innan veggja fyrirtækisins, sko, bara hvað var það nýsköpun, sko, þú veist, í þessari upplýsingatækni og öðru. Þetta er mjög áhugavert, en við erum svo sem ekki komnir hingað til að veita ráðgjöf, en já.is getur náttúrulega bara keypt á okkur ráðgjöf eða hafa áhuga á því, sko. Já, sendi á spam. En allavega, þá held ég að við höfum bara svona lokið nokkurn veginn yfirferðinni í dag. Þú að vera mikið af fabuleiringum í dag og mikið af engisprettum. Já, skúmurinn, hann ómar. En ég bara með svona lokum. Ætlar að koma með verðmat. Trekkja verðmatsvélina, ég meina, ég kallaði bara í hríðskotaliðið, ég meina, Kitty og Lent voru bara ræstir út síðasta sundagsmorgun. Við vorum eitthvað aðeins að tvíka þetta til. Já, Lent og Kitty, ég held að Tórsarinn hafi nú engan áhuga að taka ábyrgð á þessu. Nei. Ég, Kitty og Lent erum saman í þessu. Við setjum þetta á þann yngsta, við setjum ábyrgðin á Kitta. Já, og við ákváðum að við ætlum ekki að vera með þetta Gallup með í pakkanum. Heldur þetta sér ekstra reyning. Það þó verið að selja já og Gallup saman. Já, akkurat. Og við sögum bara, við ætlum ekki að taka ábyrgð á því. En það er þetta mjög, sko, þau spila mikið saman. Og þá sjáum við með hrunstaðalins, EBITDA sinnum 21, að þetta er rekstur upp á 740 milljónir. Sem þú getur bara staðgreitt og haldið kjafti. Já, sem þetta bara velta Gallup í fyrra. Nei, ég bara með já. Já, bara með já. Að sama skapi hugsaðir ef að Sigga hefði bara gengið út og kassað á debutinu það ár 2019 þá var verðmatið 2,4 jardar með við 7 sinnum EBITDA þannig að þú sér það er þau eiga svolítið inni núna ljóta verðmatið hjá þér alltaf hreint nei þetta fólk er að elska þetta ég held að sko Gallup er bara einhverjar 190 milljónir ég held að þetta sé alveg way off hjá þér að vera með þetta félag á 700 ég held sko, með Gallup þá myndi ég gefa svo svona miljard en svo er náttúrulega já sem að sko selur allt resource til Gallup sko já, það þyrfti að gera þetta próforma Gallup er án já Gallup sko, annað en bara mannöður sko já, þannig að og náttúrulega merkið Gallup er náttúrulega þetta er eitthvað gott nafn já ég held að þetta er gífurlegt valjú sem við liggja á í gögnum og öðru þannig að ég held að 700 sé nú ekki, nú verður sá ábyrgjarinn að stíðinni. Já. En fyrir einhverja sem eru með blæti fyrir 7 sinnum EBITDA þá geta þau bara farið og fjárfest, allan að komið tilboð fyrir 700 eitthvað milljónir. Já, ég menn það er allir fastir í hruninu, þetta tökum við bara verðmötu það líka. En þá held ég að... Þetta átti sér nú stað í hruninu og við erum ennþá að vinna út úr þessu. Akkur getum við ekki sagt það sama í verðmatsheiminum að við erum ennþá með hrunstaðalinn. En þá held ég við látum þessu bara lokið í dag. Við viljum enn og eftir minna á Dýpinn og Pingjan og svo postlistan okkar inn á pingjan.is. Já, það er allt í gangi. Og farið og skráðu ykkur þar í guðanabænum. Segjum það. Bye.